Góðan daginn og gleðilegt nýtt ár. Árið 2024 er liðið og 2025 tekið við, sem gefur okkur enn eitt árið í aldri hvers og eins. Sumum óar yfir aldrinum, öðrir hlakka yfir aldrinum, fer eftir því á hvaða aldursstigi maður er og hvers hann væntir. Eitt sinn beið maður eftir ökuleyfisaldrinum og hann kom. Svo beið maður eftir, ég man ekki hvað það heitir, sem maður fékk 21 árs eða 20, man ekki hvort það var. Og beið eftir honum og hann kom. Svo hætti maður eftir það að bíða eftir aldrinum því að hann var ekkert að gefa mann nein réttindi þannig séð. Maður var búinn að fá þetta allt sem maður gat fengið svona, já, bara með aldrinum. Og síðan eru liðin allmörg ár og áratugir í lífi þessa manns. Og hann horfist eins og þú og allir hinir í augu við 2025 og sér óskrifað blað, en horfandi baka yfir árið 2024 þá er það orðið þétt skrifað, minn kæri. Og þar kenndi ýmsra grassa og það sem að hæst stendur eru mikil átök í heiminum og hver svo sem er undrandi á því, vitandi sem er, að hér er afl sem fyrir mikinn, eingöngu og einvörðungu til að etja mönnum saman. Þannig við þurfum ekki að vera undrandi á því að þetta sé eins og þetta er. En það er huggun í öllu þessum harmi. Og orð Guðs, klassískt, og segir okkur sannleikann eitt og annað og hvernig þetta er. Það er Lúkasar Guðspjall, 23. kafli, frá og með 44. versi. Og nú að nær hádegi og myrkur varð allt land til nóns. Því sólin misti birtu sinnar, en fordjald musterisins rifnaði í sundur í miðjunni. Það hefði ekki verið lítið sem gekk á þarna og hvað erum að vera. Þá kallaði Jesú hárri röddu, Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Við kannustu þetta. Og hann hafði þetta mælt, gaf hann upp andan. Það er orðið veruleiki, frelsisverkið mitt, segðu þetta með mér, mitt er orðið að veruleika. Og hann, sá veruleiki er falinn í þessum orðum að þegar hann gaf upp andan. Við vitum framhaldið, hann stíg upp til himins, stíg upp á þriðja degi, dvaldi meðal sinna manna og kvenna í eitthvað 40 daga var það ekki. Og að þeim dögum liðnum stígur hann upp til himins og fljótlega eftir það hefst kirkjan handa.
Og kynslóðurnar koma og kynslóðurnar fara og Drottinn tekur alltaf úr hverri kynslóð til þess að þessi kirkja og starf kirkjunar sé áfram með okkur því hann vill hafa kirkjuna með okkur því að hún það sem að stýrir okkur frá gereyðingum að segja. Það mikið og margt að vera og mikil grimmd í heiminum og menn að berjast á banaspjótum fram og tilbaka og þetta þekkjum við. Þannig að við sjáum hvar haldreipið Það hefur aldrei farið neitt. Það var með okkur allt síðasta ár, 24. Og ég viss það að það vil líka vera með okkur 25. En hve margir heltast úr lestinni árið 2025 veit ég ekki. En ég bið Guð styrk allavega fyrir mig. Og ég þarf að þrauka og ég þarf að bera ábyrgð á mínu lífi rétt eins og þú. En ég ræði ekki yfir lífi annarra en ég get bent mönnum á hvað Drottinn vill sem ég veit að hann vill. Og það að fá að taka utan líf mitt alveg eins og hann gerði árið 2024 fyrirgeði. Hann hefur ekkert breyst. Árin hafa færst yfir þennan einstakling og þetta ár mun gefa mér eina tölu enn við aldursára töluna mína. Eins verður með þig. Og þannig hefur þetta gengið frá degi til dags og viku til viku. Þannig að við þurfum ekki að kvíða neinum. Það svolítið mikið kvíða og það svolítið mikið ótta. En í Guðanna bænum, kæru vinir, við sem að þekkjum Jesú, ekki fara þangað. Við skulum þvert á móti standa keik og vera til í að verja Guðsverkið en ekki að samþykja hvaða vitleysu sem heimurinn að stinga að okkur og vill auðvitað við samþykjum. Því að þú athuga það að við erum fyrirstaðan þeirra til að gera bara það sem þeim dettur í hug, þessu ágæta fólki sem á ekki það sama við og trúir ekki á neitt Guð nema Guðinn í sjálfum sér, hvað sem það En þetta eitthvað sem að Drottinn hefur alltaf unnið gegn og hann alltaf fjöldamanns til sín á hverju ári og eitt árið mætti ég í rann hans og hef ekki farið hans síðan og ekki að fara neitt því að ég segi eins og Pétur, hvert ættu að fara? Eða já, var það ekki Pétur eða einhver af þessum lærisveinum? Þú hefur orð eilífs lífs nákvæmlega. Þetta það sem að þetta nýja ár vill bera til okkar. Þetta það sem að þetta nýja ár vill að við meðtökum og játum og förum eftir játununa yfir línuna yfir til ríkis hans. Þetta bara svona stutt. Þetta bara svona einfalt. En við eftir alveg óskaplega mikið fyrir fólki, bæði mér og öðrum, vegna þess að sá sem að var hringt af himnum á sínu tíma og heitir Satans eins og við vitum, hann alveg svartur af illsku, svartur í gegn af illsku. Hann myrkrið í öllu sínu veldi og eitthvað sem myrkur í öllu sínu veldi ekki vænta neins góðs af því að það hefur ekkert gott að bjóða jafnvel þó það vildi það. Því ekkert gefið neitt nema þessi illska en það hins vegar falskt og það lygið að menn gætu mögulega hugsanlega dregist að því. En það ekki til góðs fyrir nokkurn mann eins og allir
vita, við þurfum ekki að horfa í kringum okkur með þetta, þá sjáum við að það er kaos, glundroði. Glundroði inn á sumum heimilum, það ríkir óvinátta inn á sumum heimilum, það er alls konar í gangi inn á sumum heimilum, en þar sem að Kristur hefur náð tökunum, það ríkir friður. Það er allt annað upp á teningnum heldur en hitt. Og það er þetta sem að við þurfum að tala og tölum svo sem oft vegna þess að þetta, alveg eins og glundroðinn og allt saman það, er staðurinn, þá er þessi friður Krist líka staðurinn. Hann gengur á meðal okkar og við þekkjum hann, en við veitum honum ekki athygli vegna þess að það er allt gert til þess að við séum ekkert að nutta okkur neitt utan í þetta. Já, þetta er afl sem er hérna með okkur, segir margt, talar margt, gerir margt og lýgur ósköpun öll. Hvernig árið 2025 verður fyrir kirkjuna? Það verður bara gott fyrir kirkjuna, því að þið verður að athuga það að sá sem er yfir kirkjunni, hvað hann búinn að ganga í gegnum marga skafla með sínu fólki frá því að hann stíg til himins. Óteljandi. Þannig hann veit alveg hvað hann er að gera. Hann veit alveg hvernig þetta er, en það segir hann við mig og þig, Konráð, þú ert ekki lengur af þessum heimi, þú ert í mínum heimi. Og þar vil ég að þú sért, og þetta vil ég að þú talir á þessu ári. Hann er að tala til mín auðvitað eins og hann hefur gert öll þessi ár og líka margra annara. Áramótin 2025, þau eru ekki alveg farin enn, og hvað menn gera á þessum degi, ég veit það bara ekki. Það er nú ekkert sérstakt að vera á nýjárinu, og man ég eftir því þegar ég var krakki í Hafnarfirði að þá fór maður nú oft út á morgni dags, nýjársdags og safnaði sér rakettuprikum. Þetta lá út allt maður, það var hægt að fylla alla skúra rakettuprikum, ég segi það nú ekki, það var svona eitt og eitt á stangli og maður hirti þetta allt. Hvað maður ætlaði að gera við þetta, veit ég ekki, man ég ekki, en ekki alveg loku fyrir það skotið að eitthvað af þessu hafi farið í skipasmíðarnar og verið notað í möstur og svoleiðis. Allavega hefur örugglega eitthvað fundið fyrir þetta, en allavega var eyddur partur af nýjársdeginum í þetta og oft var man ég eftir alveg svakalega góðu veðri á nýjársdag og svona já, bara oft hita og fínir í og svo framvegis og svo framvegis. En gærdagurinn var gamlársdagur og hann var fullur fylltist af raketum á miðnætti, töluvert skotið upp á miðnætti, en samt bara brot á því sem gert í dag. En það náttúrulega hefur Íslendingum fjölgað verulega frá þessum tíma að telja og það er eitthvað milli 60 og 70 sem við erum að tala núna. En í dag er 2024 og þetta er svona keimlíkt, það er nú það sem er, ekki mikil breyting á þessu á milli áratuga. Sumt nefnilega breytist ekki neitt. En við erum kirkjufólk, ég og mínir menn, og við svona viljum gera henni einhver skil á þessum degi, eins og öllum öðrum dögum og keppast svolítið við að vera upptekinn við það eins og við verið mörg hver í áratugi. Við skulum ekki gleyma því hvernig þetta hefur verið. Við höfum verið Guðsmenn, Guðsfólk, í
hvaða kringumstæðum sem og við höfum tekið því sem að höndum ber með sæmd og með sóma, eins og ætlast til af Jesú fólki. Og það eru við líka, þó að komi sér nýtt ár og kannski ykkur að velta allt öðru fyrir sér á hvað þetta ár varðar, heldur en kirkju og Kristi. En þetta nú eitt af því sem við erum að gera hér, það að benda mönnum á það að vanrækja ekki samfélagið við hann, og nú nýtt ár og kannski tekur ykkur ákvörðun að efla samfélagið við Krist og leið samfélagið við annað kristið fólk. Og það eigum við að gera, í því mikil sæmd. Og þannig að við skulum skýra þetta ár 2025 mikil sæmd. Það vel við eigandi. Og festa það svolítið í okkar hugskoti. En við fáum eitthvað núna, einhverja milligjöf, og svo komum við inn og gerum seinni hluta þáttarins. Sæl aftur og velkomin í seinni hluta áramóta þáttarins okkar. Ég held að hann heiti það nú bara, áramóta þátturinn okkar. Ég man ekki eftir að nafni, ég held ég aldrei gefa honum nafn. Þetta ágætis nafn. Og við erum, eins og orðin segja, þá erum við kannski að velta fyrir okkur þykjast vera spámenn. Það nú erfitt svo sem að geta til það hvað gerist. Það gerist bara það sem gerist og við sjáum árinu á undan og fátt vissuðu nú að myndi gerast. Og svo gerðist það og þá vissuðu að það hefði gerst. Og þannig bara þetta blessaða líf okkar. Við vitum ósköp lítið bara okkar eigið líf. Eina sem ég veit að ég hérna í þessu ágæta húsi að gera þennan ágæta þátt sem þessi ekki 10. það, ég man það ekki. Og hér orð Guðs og við erum ísjaflega duglegir við að lesa orð Guðs og kannski að þetta ár verði fyrir þig átak. Ég lesa orð Guðs, hvað veit ég. Það allavega mjög notalegt ef það væri. Við skulum lesa hérna, nú erum við í Markúsar Guðspjalli, við vorum áðan í Lúkasar Guðspjalli
Og þetta kafli 11 og við förum í 27. vers og við lesum kannski nokkur vers. Þið heyrið í flugvélinni, ekki? Þær fljúga. Þeir komu aftur til Jerúsalem þegar hann var á gangi í helgidóminum, kom til hans æðstu prestarnir, fræðimennirnir og öldungarnir og segja hann: með hvaða valdi gerir þú þetta? Hver gaf þér það vald að þú gerir þetta? Jesús sagði þá: ég vil leggja eina spurningu fyrir ykkur, svarið henni og ég mun segja ykkur með hvaða valdi ég geri þetta. Hver fól Jóhannes að skýra? Var það Guð eða voru það menn? Svarið mér. Þeir ráðguðust hverju annan þetta og sögðu: ef við svörum honum það var Guð, spyr hann, þið trúðuð þið honum þó ekki, þannig þeir að geta sér til svarið hjá Jesú. Eða ættu við að svara að það voru menn? Það þorðu þeir ekki við fólkinu, því allir töldu að Jóhannes hefði verið sannur spámaður. Þeir svöruðu Jesú: við vitum það ekki. Fólk getur verið mjög fyndið. Þarna standa þeir, þarna setur hann svolítið ofan í við þá, má segja. Þeir spyrja hann upp úr þurru og hann sneri svarinu eða sneri spurningu beint á þá, því ef ég spurður, segjum það, þá hlýti ég að hafa leyfi til að spyrja á móti. Og hann nýtti sér þennan rétt sinn, en þeir svöruðu honum ekki, vegna þess að þeir áttu ekki von á neinu svona andspyrnu frá honum. Og hann eiginlega mátaði þá með spurningun sinni á móti. Nei, við vitum það ekki, þeir voru bara hræddir. Þess vegna sögðu þeir þetta. En þá svaraði Jesús, og þá svaraði ég ykkur ekki heldur. Þegar svona kemur, þá er það rökrétt að sá sem að færa á sig þessa spurningu, hann spyrja á móti, og nú ef hann fær ekki svar, þá var alveg rökrétt að hann sé ekkert að svara hinum. Af hverju? Svo fyrir utan það að þá hefur engin leyfi til að veita svona að bara venjulegu fólki og spyrja, já, þess að kynna sig það neitt og hann gerði bara sneri þessu svona og þeir fóru. Sjálfsagt sniftir kalla greyin. En þessi saga, hún er aldagömul, hún var nú ekki að gerast í gær. En saga sem alltaf að skesamt á meðal okkar og sjálfsagt má rekna með því að hún gerist líka árið 2025, alveg svo all árin á undan, alveg frá því að þetta var sagt. Þannig að þetta eru ekkert nema endurtekningar, þetta blessaða líf okkar. Það sem margt gerist og margt, já. En 2025, eins og við vorum að segja á hann, það óskrifablað. Við getum ekki vitað hvað við að vera. Við getum ekki átt á okkur á neinu, nema við erum í þessum fótsporum sem við erum í og gerandi þau verk sem við gerum. Ég að setja á mig gleraugun, það verk. Ég tekur það af mér sem líka verk. Hvað ég geri meira? Ég rekna með að ég klári þennan þátt. Hvað ég geri meira? Ég rekna með að ég komi mér heim. En svo getur vel verið að eitthvað komið upp, þar sem að ég þarf að segja stýrinu, ég ætla að átt en ég ætla að fara.
á bílnum. Svona er líf manna. Þannig að geta sér eitthvað til eitthvað fram í tíman, það er bara lífsins ómögulegt. En samt er lífið gott. Það er notalegt, það er yndislegt, það er gefandi og það er göfugt. Já, það er göfugt. En ýmislegt sem gerist hjá okkur og þar getum við rakið söguna okkar alveg bara svo langt aftur sem við munum og þetta hefur svona verið alls konar sveiflur hjá okkur, óvæntar, ófyrirséðar og óundirbúnar en gerðust og einhverja hluta vegna þá hefur okkur tekist að sigrast á þeim, annars værum við ekki hérna. Þannig að við getum þakkað fyrir margt. Við getum gert ýmsu góð skil, en hvað morgundagurinn ber í skauti sínu verður áfram spurning sem enginn getur svarað fyrir fullt og fast. Við reiknum með þess og hinnu, jú, mögulega gerist það og kannski gerist það, en það gæti eitthvað gerst sem hindrar að það gerðist. Af því við vitum ekki neitt. Þess vegna er svo gott fyrir mig og fyrir þig sem þekkjum Jesú og hefur gengið með honum lengi, að bara gefast honum. Þetta er ákveðin leyndardómur í því að segja þetta og lifa þetta, en þetta er raunveruleiki. Hann nefnilega veit hvað morgundagurinn ber í skauti sínu. Hann veit allt það hvaða leiðir ég fer á morgun. Og kannski tekur hann í stýrið á bílnum mínum á morgun eða á eftir og sveigir honum til hægri vegna þess að það var eitthvað við framundan sem ég var ekki að veita athygli. Hvað veit ég? En hann er vörnin mín og ég ætla að gera hann að minni vörn áfram líka árið 2025 alveg eins og verið hefur frá því 1989 þegar mér var gefið leyfi til að stíga inn í hans rann að þá gerðist það nú á þessum degi. Það er komin það er komin 36 áramót síðan það gerðist, svo við höfum þetta nákvæmt. Og hér er ég enn að bara vinna verk í Jesú nafni og gera verk í Jesú nafni. Svo fyrir utan það þá hef ég alveg ofboðslega gaman að þessu. Ég hef alltaf haft alveg ofboðslega gaman að þessu. Því að þetta hefur raun og verið með mín ær og kýr alveg síðan ég vissi og þekkti minn himneska föður. Ekki veit ég hvernig þú tekur þessu, en ef þú þekkir sama Guð og ég, þá held ég þú sért alveg með á nótunum. Alveg með á nótunum. Þannig að við erum ekki að tala til trúara mann og kvenna neina hebresku eða óskiljanlegt mál. Við erum að tala eitthvað sem menn, kristnir menn, endurfæddir menn, eru að lifa á hverjum degi. Þeir hafa gert það á hverjum degi frá því að þeir endurfæddust svo kallað og ég bið það að árið 2025 verði líka með þeim krafti í sér hver dagur að menn haldist vakandi á verðinum. Hver vill vera í hópi þessar 10 meyja sem allar í raun og veru voru bara búin að tína þessu öllu saman, sem að við sjáum af því að aðrar voru reyndar búin að gjörtína því, en það var eitthvað smávegis bara nesti eftir hjá hinum, þannig að þær voru allar á útleið.
En svo kemur kallið, flaut, og mikið harmakvein hjá blessuðum konunum sem voru með allt olíulaust hjá sinn. En þessi lögg sem var eftir á hinni hjá hinnum, sem var einhver smáist trúarneisti, sem kveiknar þegar að kallið kemur, þeir vissu hvað var að vera, og það fór inn, en hinnar mistu af, hugsið ykkur. Þetta nú skilaboðin í þessum merkilega texta sem við þekkjum svo vel. En við verðum að muna það að allar þeim 10 fyrirgeði voru bara að missa allt frá sér. 5 voru búnar að missa allt frá sér, og hin af þeim voru bara við að missa þetta allt frá sér líka. En kallið kom áður. Og þannig verður þetta, þegar að kallið kemur, þá koma þeir sem eru tilbúnir. Þannig talar orðið þetta. Þannig að þess vegna líka skulum við hafa þetta ár 2025 sem árið sem við hressum okkur svolítið í Guði. Við vitum ekki tíman. Við vitum ekki hvenær þetta gerist, eins og segir með þessar ágætu 10 meyjar. En það mun gerast. Þess vegna hvetur Drottinn okkur, og við þekkjum þetta allt saman, til að vera vakandi. Er það ekki? Nú er dagur, nú þarf ég að vera vakandi. Segjum að þetta sé trúarglasið mitt. Ja, sést nú, það er bara ekki mikið í því. En ég gæti verið með alveg upp á barma. Ég gæti verið með sýrensli í því, svo flæddi yfir, alltaf fullt, og eitthvað meira en fullt í Jesú nafni. Við segjum þetta gott, og það hefur verið gaman að gera þetta. Og ég, Konráð Rúnar Friðfinnsson, kveð, og ef Guð leyfir, þá verður þetta aftur að ára liðinu. Verið þið sæl og gleðilegt nýtt ár.